Góða kvöldið, kæru áhorfendur, og velkomin í beina útsendingu hjá Blikar TV hérna frá Kópavogsvelli, þar sem að framundan stórleikur Breiðabliks og KR í Pepsi Max-deild karla. Með mér í þessari útsendingu í kvöld, Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna og fyrrum þjálfari kvennaliðs Breiðabliks. Velkomin. Takk að kærlega fyrir. Hvernig líst þér á þennan leik? Ég held að þetta verði skemmtilegasti leikur umferðarinnar. Já. Svo sem leikirnir hingað til að ekki verið neitt sérstaklega skemmtilegir. Það hefur ekki verið mikið fjör í þeim, en ég held að við sjáum núna raunverulega bara þetta stór leikur og þetta liðið sem ætla að vera berst í titilinn og þau hljóta að byrja bara að sýna okkur það af hverju þau ætla að vera berst í titilinn. Við kannski værum að ljúga að við segjum við værum alveg að kapna úr hita hérna, en aðstæðarnar það verða ekkert mikið betra í kvöld. Nei, byrjun maí þá þetta bara toppveður og toppaðstæður. Það ekki við neina kvarta. Það munur bara hjálpa því að þetta verður virkilega góður leikur. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari Blika, og Rúnar Kristinsson, þjálfari Gáringa, ætla að kíkja til okkar í spjall fyrir leik og við ætlum að ræða við á aðeins liðsuppstillingarnar. En hvernig Steini, áður en við förum að greina kannski byrjunarliðin alveg í þaula, hvernig líst þér á bara almennt á Blikaliðið við byrjum þar í sumar? Blikaliðið hefur verið gott í vetur, hefur verið áfram að þróast frá síðast ári og Óskar Dórin er búinn að vera með það núna lengur og sem að hjálpa þeim að koma sínum hugmyndum á framfæri og gera hlutina vel. Kemur Óskar Hrafn hérna bara í beinni útsendingu, þetta alveg svo að vera. Komdu bara hérna á milli okkar, Óskar. Sæll og blessaður, Óskar, og til hamingju með daginn. Sælir, takk fyrir það, sömuleiðis. Fyrsti leikur á móti KR, fyrsti leikur í Pepsi 2021 og eins og við kannski fórum aðeins yfir daginn, þá voru kannski ekkert þeir leikir í fyrra sem að skiluðu okkur flestum punktum, en hvernig líður mönnum svona hálftíma fyrir leik? Bara frábærlega. Ég verð að játa það rétt hjá þér. Skilaði okkur ekki mörgum punktum, engum. En hins vegar skildi þetta eftir mikið lærdóm og það er von mín og reynda trú líka að menn hafi lært mikið af þessu leikjum og takið það með sér í leikjum í dag. Við vorum að fara aðeins yfir þetta við Steini hérna, hvernig þú reyna að rýna þessi byrjunarliði hjá þér. Viltu eitthvað gefa okkur upp? Ertu í 3 manna vörn, ertu í 4 manna vörn? Stundum er þetta 3 manna vörn, stundum er þetta 4 manna vörn, stundum er þetta 5 manna vörn og stundum er þetta 2 manna vörn. Það er voða erfitt að segja, þetta verður einhvern veginn, þið getur rýnt í þetta kannski fyrstu 8 sekúndur í leiknum og svo er þetta allt farið í eitt hræri grödd. Hverju áttu von frá KR í dag? Ég á von á því að KR-ingar geri það sem þeir eru bestir í, að þeir tjóða fót á kantana, spili minni gegnum miðjuna, treyst á að þeirra mjög svo öfluga kantspil muni skila þeim færum og þeir eru góðir að fylla teginn og mjög sterkir í teignum með frábæra fyrirgjafamenn, þetta virkilega öfluga kantmenn og bakverði og þar liggur þeirra styrkur og ég þekkjandi þá að hafandi hort á mjög marga leiki með undanfarin ára þá er það uppskrift sem hefur virkað vel fyrir það og eitthvað sem við þurfum að vera klárir í og við þurfum að mæta þeim í baráttunni. Það hefur verið talað um það að liðið sem verður undir í baráttunni mun eigi vandræðum og við þurfum að sjá til þess að við jöfnum það þar. En ertu búin að undirbúa markspyrnurnar sem var þeir eru hápressuð í markspyrnu á síðasta ári, það er svona... Já, við erum búin að undirbúa það. Jason Daði og Finnur Orri byrja leikinn báðir í kvöld og Árni Vill er á bekknum. Hvaða hlutverk sérðu fyrir þér Finn og Jason í leiknum í kvöld? Ég sé Finn náttúrulega bara fyrir mig sem einn af leiðtogum liðsins. Hann er stjórnandi, hann er mikill karakter, kemur með hókina reynslu og þannig að ég sé hann koma inn með það, pluss það hann er auðvitað bara framúrskarandi góður leikmaður, hvort það er sóknarlega varnarlega. Jason Daði hefur verið einn af okkar bestu mönnum fram á við í vetur. Hann er mjög góður einn á móti einum og virkilega vaxið mikið í vetur og þannig að það var svo sem kom aldrei til greina annað en að hann myndi byrja þennan leik og ég var bara að vona því að hann haldi upptöknum hætti frá því sem verið hefur í vetur. Gangi ykkur vel, Óskar, við fáum að stela þér eftir leik og gera þetta aðeins upp. Takk fyrir það, ekki málið. Takk fyrir.
áhugavert Steini og svona við vonum svona fyrir fólk heima í stofu sem að undirbúa sig fyrir leiki. Við vonum svona aðeins að reyna að rýna í það hvort þetta veri 3 eða 4 manna hafsendalína. Óskar náttúrulega hann var fljótir að slá það át á borðinu. Svo sé ég Rúnar Kristins að koma, þannig að við skulum bara klárum bara samtalið við Rúnar og rýnum þetta svo betur. Velkomin Rúnar Kristinsson til hamingju með daginn. Takk fyrir, sömuleiðis. Hvernig líst þér á komandi tímabil og hvernig farið þið káringar inn í mótið? Bara í fyrsta lagi leist mér mjög vel á tímabili og gott að mót sé hafið og við hefum hér leikið dag á móti frábæru Blikaliði en við við náttúrulega stefnum bara hátt eins og alltaf í Vesturbænum og vonum að við getum byrjað á góðum leik hér í dag. Hvernig hefur fundist undirbúningstímabili hjá okkur vera og svona hvar ertu með liðið svona með við vonir og væntingar á þessum tímapunkti? Svona með síðustu æfingarleiki er ég með á góðum stað en það vantar auðvitað smá þessi rytma í þetta allt saman því að við náttúrulega höfum verið stoppaðir einu sinni í vetur þegar við vorum komnir á mjög gott skrið og það kannski eyðileggur örlítið rytman í þessu en vonandi bara sjáum við góðan bolta hér í dag frá báðum og góðan leik og smá tempó og hraða í þetta kannski og skora ykkur mörk kannski, það búið að vera fátt mörk. Hækka meðaltalið aðeins. Já, það væri gaman, ég vona allan að við getum ykkur skorað. En hvernig leikur leikinu? Maður svona veit ekki alveg hvað maður hefur Blika núna, veit ekki hvað er að fara að gera því að við höfum ekki getað fylgst með hvor öðrum í leikjum. Ég sá þá hér á móti KA í lengjunni, svo kom þetta hlé og síðan hefur maður ekkert séð og þannig að þú veist, Óskar náttúrulega tapaði 3 fyrir okkur hérna í fyrra og þá var hann að spila út frá markmanni og við pressuðum það hátt og ef hann ætlar að halda því áfram þá ætlum við að pressa það hátt og ef ekki, ef hann ætlar að gera eitthvað annað þá erum við líka viðbúin því þannig að við erum svona búin að leggja leikinu með einhver óvæntu í huga og við þurfum bara að bregðast bara við því. Þú er búin að gera allt sem þú getur gert? Já, ég er búin að reyna að gera allt sem ég get til að lesa í það og svo sem maður lesi upp stillingarna hérna núna og maður veit maður er lengur nær hvort það Finnur verði hafsend eða hvort það verði bara inn á miðjunni og Davíð verði vinstri hafsend sem ég held kannski frekar en kemur ljós á eftir en hérna Blikarnir er bara frábært lið og vel mannaðan hóp og Óskar er flottur þjálfari að gera góða hluti og Breiðablik er kannski það er eina lið á Íslandi sem er öðruvís en öll hin held ég og það er erfiðast að mæta þeim að því leitum til því að þeir eru að spila frábæran fótbolta, það eru mjög sókndjarfir og samt mjög sterkir varnarlega og þó þeir fara með marga menn fram og það eru bara stórhættulegir og Óskar er búinn að vera ár með liði núna, annað tímabili hjá honum og það hlýtur að ég ætla að segja okkur það að þeir verði betri sumar heldur en í fyrra. Mér langaði svona aðeins bara rétt í lokin að ekki að dvelja við síðasta tímabil lengi en það er samt svolítið áhugavert að velta því fyrir sér þeir tóku 3 sigra á móti Blikunum í fyrra, 2 í deild og 1 í bikar og hvað svona fyrir utan að pressa markmanninn og allt það var þetta baráttan, var þetta viljinn til að fara í fyrsta bolta, annan bolta svona sem stóð upp úr, hvernig dregur það saman síðasta tímabil? Já, það er líka baráttan og þetta snýst að hlaupa mikið og móti Breiðablik hægt að hlaupa óbúslega mikið og við vorum með í fyrra leikmenn eins og Finnóra sem núna komin hingað og Pablo Puniet sem gátu hlaupið endalaust og pressað og voru mjög flinkir í því. Við söknum þeirra núna en við erum alltaf með Ægi sem getur hlaupið jafn mikið og þeir og svo er ég komið Atla inn á miðuna og Stefán sem er flinkari strákur og hann getur hlaupið mikið líka. Menn þurfa að hlaupa þetta, menn þurfa að skilja taktíkina sem við leggjum upp og eins og Gauði Þóra sagði alltaf gamla, menn þurfa að vinna vinnuna sína og auðvitað þarf það að berjast líka og þóra að fara í tæklingar og vera skynsamur og við urðum bara, þú veist, við áttum skilið 2 af þessum 3 sigurum alveg örugglega í fyrra. Kannski var eitt svona 50-50 og fjall með okkur en þú veist, það er bara svo fljótt að breytast. Blikarnir eins og segja með frábært lið og erfiði viðuregnar, þannig að það er svona að tapa 300 í dag. Vonandi verður þetta skemmtilegasti leikur umferðar. Já, Það er reyndar ekki erfitt held ég, en það er ekki mikið að gerast til þetta verði skemmtilegasti leikurinn. Nei, ef ekki þá kannski segir það okkur að rytmi liðanna er ekki alveg kominn. Þetta er búið að kannski vera lítið þungt og auðvitað smá stress í fyrstu umferð og allt það og við skulum allavega gefa mönnum séns á að spila 2-3 umferðir áður við förum að dæma og mikið því að þetta er erfitt, eins og segið, við vorum komnir á 4. viku af 6 í hörkuprógramm og þá voru stopp í 3-4 vikur og þá bara, þú veist, fer hausinn á flug og leikmenn verða svona dálítið þreyttir og pirraðir og andlega vissu ekkert hvernig þeir kemur tilbaka en ég er búinn mjög ánægður samt. Bara síðasta spurning Rúnar fyrirgefðu, ég sagði síðasta spurning á hann, svo ég gleymi ekki Grétar Snær
Gunnarsson er í vörðinni hjá okkur og það hafa náttúrulega verið talsverðar breytingar á liðinu ykkar á milli tímabila. Hvers með að vænta af þessu strák í þessum leik og í sumar? Sko, hann er allavega búinn að standa sig óbærslega vel með okkur í vetur. Það er búinn flottur stígandi hjá honum og við settum hann beint í miðvörð. Hann var að spila í 3 hafsenda kerfi með Fjölni í fyrra. Erum að prófa hann núna í 4 hafsenda, 4 manna vörð hjá okkur með öðrum hafsend og hann er búinn að leysa það óbærslega vel. En kannski stærsta prófið var kannski lengi byggandum á móti Val í 8. úrslitum þar og þá sáu hann virkilega því að þú veist, þetta mikið af fyrstu deildarliðum og annar deildarliðum sem var að spila við undirbúningstímabilinu og þá eru oft mikið með boltann og stjórnum leikjum dálítið mikið meira heldur en kannski á móti Val eða Breiðablik þannig að hann stóð sér vel í þeim leik og það er prófsteinn á hann hér í dag líka að spila hér á móti Breiðablik og sjá hvernig hann leysir það en þetta er bara leikmaður sem við treystum á, hann er búinn að sýna okkur traust og spila vel í þeim leikjum sem hann hefur spilað núna og vonandi sýnir hann okkur bara góðan varnarleik í dag því það er númer 1 fyrir varnarmenn Steini, þú þekkir það er að verjast eins og maður. Takk fyrir að gefa tíma Rúnar og við fáum kannski að stela þér í smástund eftir leik. Gangi ykkur vel. Takk. Held ég, svo mörg voru þau á Steini. Hvernig myndur þú draga saman svona verandi þjálfari sjálfur? Hvernig dreifur þú saman þessi 2 viðtöl við þjálfarana og hvernig eru stemdir í þennan leik? Ég held að þjálfararnir séu bara búin að gera það sem þeir geta gert fyrir leiki. Undirbúið leikmenn undir allt sem getur komið upp. Þeir svona öll áhersluatriði sem andstæðingurinn mun leggja áherslu á. En svo snýst þetta náttúrulega líka það hvað þú ætlar að gera, hvernig þú ætlar að gera. Þú mátt ekki bara vera að hugsa andstæðingin eitthvað svoleiðis því að þá ertu kannski ekki að fókusera á styrkingar þíns liðs og það sé líka mjög mikilvægt atriði að þú hugsa svolítið hvernig þú ætlar að vinna leikinn, hvernig þú ætlar að spila og láta þá andstæðingin hafa meiri ágjör af því. Þá ertu kannski komið ákveðin yfir því að þú nærir því markmið að ná því upp að andstæðingur þurfa að hafa fyrir því að spila móti þér. Sko, mér langar aðeins að fá þig með mér í að greina þessi 2 lið. Þetta er náttúrulega 2 klúbbar sem að standa þér nærri, eins og þekkt er. Ef við byrjum bara á Blikaliðinu, hvernig rýnur í byrjunarlið Blikana og Óskar náttúrulega vildi ekkert gefa okkur upp hvernig hann ætlaði að spila, en hvernig sér þú þetta fyrir þér? Uppstillingu? Já, út frá uppstillingu. Sko, þú veist, eins og ég held að liðið verði að þá er það áhugavert að Mikael sem verður vinstra megin og Gísli på topp, Jason hægra megin. Gísli Egilsson sem framherji? Já, ok. Ég held að það sé svoleiðis, þannig að það verður áhugavert að sjá það. Gísli er gríðarlega sterkur leikmaður, góður að halda bolta, góður að taka menn á í snúningunum, góður að rykkja af stað. Þannig að það verður gaman að sjá það. En svo er náttúrulega bara það mikið flæði á Blikaliðinu að þeir eru 4 öftustu hjá þeim núna, Damir, Finnur, Viktor Örn og Davíð. Það verður rótering þar eins og Óskar sagði, þeir eru ekkert fastir í nákvæmlega þessum stöðum, það er rótering á því hvernig andstæðingurinn spilar á móti, hvað opnarinn að verða og hvernig þú þarft að leysa það að spila sóknarleikinn á móti KR. Þannig að Blikaliðið er búið að líta vel út í vetur og núna undanfarið, þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvernig þeir leysa það, hvernig fara þið að opna KR-liðið í dag. Ég var einmitt að ég ræddi við Óskar í viðtali upp í Grænaherbergi á þriðjudaginn varðandi hann Jason Daða, strákur sem hefur heillað allavega mig mjög mikið á undirbúningstímabilinu og svona kannski að mörgu leyti öðruvísi leikmaður heldur en margir af þessu leikmönnum í Blikaliðinu, rosalega svona maður slettir direkt, góður 1 á móti 1 og það er strákur sem á framtíðina fyrir sér. Já, algjörlega og það verður mjög spennandi að sjá hann koma inn í deildina vegna þess að það er öðruvísi að spila undirbúningsleiki, það er miklu minni press á þér, þú veist tala ekki í vetur þegar það mátti enginn horfa á því þannig að það var ennþá þægilegra. Þannig að það verður áhugavert að sjá hann og ef hann kemur að sama krafti og hann í deildinu, hann er búinn að spila í vetur þá á hann eftir að gera frábæra hluti hérna og það bendir allt til þess að fyrir mót að hann muni vera sterkur og góður hérna en svo er það sem segið, svo er það að fara inn í Íslandsmótið og framkvæma þá hluti sem hann gerður yfir veturinn. Það er erfiðara en það verður mjög spennandi að fylgjast með hann og hann heldur áfram að vera svona áræðinn og grimmur og taka menn á og þá hann eftir að vera flott viðbót við þennan hópi á Blikum. Ekki nokkuð spurning og
Við rýnum aðeins í KR-liðið, út með náttúrulega í reynsluna í Beiti, Arnóri Sveini þar að segja, Pálmi Rapp, Kenny, Kristinn Jónsson, Kristján Flóki reynslumikil leikmaður, Óskar Örn, þetta svona, við getum sagt, hryggurinn í liðinu, svona leikilmenn, þetta eru reynslumiklu menn og geta hjálpað þessum yngri að stíga sér fyrstu skref. Já, ég held að segja þægilegt að koma inn í KR-liðið með þessa hryggjastúlu sem ungu leikmaður. Það er örugglega gott að hafa þessa menn í kringu sig og koma inn í lið með svona þetta vel mótað lið. Þannig að þú svona kemur inn í mjög mótað umhverfi og með leikmenn sem að þekkja leikinn vel og að spila lengi og þannig að það er örugglega þægilegt að koma inn í þetta lið sem ungu leikmaður. Og það verið gaman að sjá eins og Stefán Árna, hann var mjög góður hérna Kópavogsvellinum í fyrra. Já, frábæri Frostaskjólinn í deildarleiknum líka. Já, hann skoraði allavega í Frostaskjólinu, ég man ekki hvort að skoraði annar marki hérna, ég man það ekki alveg, en það verið gaman að sjá hann til dæmis, hann er mjög góður 1-á-1 og hraður og skemmtilegur leikmaður. Ægir Jarl hefur verið góður í vetur, þannig að þeir eru að fá inn yngri leikmenn sem að smá saman, sem eru að fá stærri og stærri hlutverk í liðinu, sem eru spennandi leikmenn og svona koma með smáa nýja hluti inn í liðið. Þú hafðir orðað í áðan að kannski enginn sem að fór fram á brúnina á sófanum að spenningi að leikjunum helgina sem eru búnir en við höfum von á skemmtilega leikinn í kvöld og verðum eiginlega vona að við fáum svona aðeins meiri, kannski, eigum við að leyfa okkur að segja örlítið meiri gæði? Já, þú veist, meiri svona meira action. Það var, mér er búin að finnast leikinni vera svolítið flatir. Já. En ég held samt sem áður með þessi tvö lið sem ætla sér að titil og titlaður sjálfsagt, og örugglega verið bikarmeistarar líka, að þá eru þau ekkert að fara inn í þennan leik með einhverja hræðslu eitthvað svoleiðis. Þau hljóta bara ætla að fara inn í leikinn og ætla sér að fá 3 stig út úr þessu og þurfa þá að gera þá sinn hátt, hvort sem er að spila hátt uppi með liðið og pressa eða hvernig er alltaf að fara að því, en allavega þannig að það er töluvert undir í dag, þó þetta sé ekki endilega hægt að kalla þetta nákvæmlega 6 stiga leik í dag, þá held ég að það er mikið undir. Það er gott að byrja, fyrir KR að koma á Kópavogsvöll og byrja að vinna mjög sterkt inn í móti og það er líka mjög sterkt fyrir Blika þegar vinna henni í kvöld að byrja á mótið og að vinna KR, þannig að þessi leikur getur gefið þessum liðum mjög mikið. Áður ég svona spyrði aðeins út í kvennalandsliðið og verkefnin þar. Hvernig líst þér almennt á Pepsi Max-deild karlamegin, svona og horfir á þetta út frá gæði leikmannahópana og svo framvegis, hvaða lið sérðu fyrir þér að verða að berjast þetta? Já, Valur verður náttúrulega toppartur, Blikar, KR, FH. Ég held að þessi 4 lið séu töluvert sterkar en hinn og þetta verði þessi 4 lið sem að geti unnið þetta og en svo náttúrulega deildin þannig núna held ég að liðið verða að reyta stig hvort af öðru allstaðar. Öll lið geta unnið alla en samt sem áður á ég vonaði svolítið að þessi 4 lið verði svolítið afgerandi. Síðan ertu kannski með 4-5 lið sem að væru þá kannski meira í neðri hlutanum og svo er einhver 3-4 sem eru svona svolítið í miðjum móðinu. Þetta er svona eins og maður lítur á, eins og maður greinir þetta kannski núna með leikinn sem maður spilar í vetur með liðin, hóparnir lít út og svoleiðis, þá er þetta svona eins og maður sér þetta fyrir sér, en svo náttúrulega hefur alltaf verið eitthvað lið sem kemur óvart. Alltaf ykkur sem að spila betur heldur en menn reiknuðu með og ég samt sem áður 6-7 ár 2014, 6 ár 6 ár, 6 tímabil og þetta var frábær tími og það var erfið ákvörðun að fara hérna, við hefum mjög vel og var mjög glaður og bara gott að vinna gott fólk og bara frábært félag og auðvitað er það svoleiðis að þegar vel gengur þá er þetta alltaf voðalega þægilegt. En það er ekkert sjálfsagt mál að ná árangri, það er ekki bara ég, það er allt fólki sem er hérna og svo maður náttúrulega ekki gleyma að ég var alltaf með frábæra leikmenn. Og það voru auðvitað, þegar þú tekur við 2014 fyrir þessi 6 tímabil? Þegar ég kem hingað þá er bara sagt við mig við ætlum bara til að taka liðið á næsta stað. Og liðið væri öðru sæti árið áður, þannig að árið sem ég tek við, þannig að það var svo sem ekkert flókið hvað var sagt við mig, hvað ég átti að gera. Það svo sem tók strax, en það var alltaf, við vorum alltaf með gott lið, við vorum alltaf
við áttum alltaf möguleika á titli fram í síðustu umferð eða fram á síðustu mínútu og þannig að heilt yfir var árangurinn bara mjög góður sko og ég er bara stoltur að því að geta þó farið allan á þessum forsendum hérna, farið með þennan árangur. Eins og ég segi, samt sem á snýst þetta ekki, þetta er náttúrulega ekki bara ég sjálfur, ég var Óla P. náttúrulega með mér allan tíman sem að reyndist mér og við áttum frábært samstarf og hann átti á stóra þátt í þessu en bara leikmenn og leikmannahópurinn var alltaf góður og var alltaf raunverulega á þeim stað að við áttum alltaf að vera að byrja sem titla og áttum alltaf að vera númer 1 eða 2 sko. Og svo þetta verða núna kaflaskiptið þegar þú tekur við kvennalandsliðinu og það var verið að draga núna í undankeppni HM 23, núna bara í fyrradag? Já. Og þetta eru Holland, Tékkland, Hvíta-Rússland og Kýpur. Hvernig svona Bandaríkjamönnum eru Evrópumeistarar, þannig að það sjá allir að þetta er lið sem er náttúrulega bara eitt af þeim bestu í heimi. Og það verður erfitt að vinna þær, en sjálfsögðu förum við alltaf í alla leiki til að vinna. Tékkarnir eru töpuðu núna í Vító á móti Sviss að komast á EM. Þannig að þær hafa verið góðar. Ísland var náttúrulega með þeim í riðli fyrir HM síðast og þeir leikir náttúrulega, ég held allavega að fór leikur á Laugardalsvelli jafntefli hérna sem við höfum þurft að vinna til að komast í umspil. Þannig að þær eru, og þær stígandi í Tékklandi í kvennafótboltanum, þannig að þær eru alltaf að vera sterkari og sterkari. Hvíta-Rússland og Kýpur eru lið sem við eigum að vinna, en það er ekkert sjálfgefið í þessu. Við þurfum að halda vel á spöðunum og við þurfum að eiga gott mót í öllum þessum leikjum og spila vel í öllum þessum leikjum til að ná einhverjum alvöru árangri. Hvernig hefur þið fundist svona fyrstu vikurnar, mánuðirnir í starfi sem kvennalandsliðsþjálfari og ber þetta saman kannski aðeins við starfi hérna hjá Blikunum? Þetta er töluvert öðruvísi. Það er svolítið dauðutíminn á milli, sko. Þetta er svolítið mikil breyting frá því sem verið hefur. Maður náttúrulega var hérna alla daga að þjálfa og var í þessu dag og nótt en svo er svona meiri, þetta er svona aðeins öðruvísi vinna en mjög skemmtilegt, þetta er mjög gaman. Ég hef aldrei verið bara að þjálfa fótbolta, maður segir bara en það er svo sem alveg ágætlega mikið að gera. Maður þarf að vera að fylgjast með leikmönnum og skoða andstæðinga sem maður er að spila á móti og skipuleggja hvaða leiki við fáum og svoleiðis og það er búið að vera töluvert að gera og það er náttúrulega líka þetta COVID-ástand er ekkert að hjálpa meira vesen að fá æfingaleiki, þetta er allt flóknara og til dæmis það er ástæðan fyrir spilin 2 leikir í Ítalíu, það var bara mjög erfitt að fá 2 andstæðinga stutt á milli landa og raða leikdögum saman, þannig að það var ástæðan til þess að við endum á Ítalíu, það var bara mjög erfitt að fá andstæðinga sem að pössuðu saman upp á leikdaga og svo var náttúrulega ferðalag, það er náttúrulega alltaf að horfa í það líka og þú gast ekki verið þangað því þá þurfti að vera sóttkví þú komst þarna og alls konar hluti sem að kom upp og hafðu áhrif á það sem við vorum að gera. Áhugavert, takk fyrir þetta Steini. Við ætlum að taka pási hérna frá hlaupabrautinu núna. Heisi ætlar að lýsa leiknum í beinni á YouTube, bara í útvarpsstreymi, við segjum það þannig. Við Steini ætlum að koma svo hingað aftur í hálfleik og gera þessu fyrir hálfleikinn og svo aftur eftir leik. Ég get ekki sleppt nema að fá þig til að spá, sko. Ég spá í 2-2. 2-2? Það segir Þorsteinn Halldórsson. Við ætlum að taka okkur pási hérna frá hlaupabrautinni og komum svo hingað aftur í hálfleik. Takk í bili. Já, það held ég, við erum kominir á hlaupabrauti og Þorsteinn Halldórsson og staðan í hálfleik Breiðablik 0, KR 2. Hvernig myndur þið gera upp hennar fyrir hálfleik? KR getur komið náttúrulega bara kraftinn í leikinn. Svona virkuðu ferskari, virkuðu svona minna stressaðir. Blikalið var búið að vera stressað fannst mér og svona fáið náttúrulega kjaftsök við að fá mark mjög snemma á sig og svona eru svona hægt og rólega að jafna sig þá var annað þannig að það er erfitt að byrja mótið með svona korter 2-0 undir svona þeir eru ekki eins og öruggir á boltanum og bjóst við svona við að hafa lent undir hafa þeir svolítið svona komið óörygg í þá þeir líður ekkert virka eins og þeir líður ekkert óbúslega vel með boltan þannig að nú ertu bara í þeirri stöðu að þú ert komið 2-0 undir og þá þarftu bara að
láta reyna á þetta. Þú verður bara að þora og þú verður bara að framkvæma hluti og ætla þér það og en það eru 45 mínútur eftir og þeir þurfa bara að stígu upp. Nú ekkert, þetta bara staðan núna og þannig að menn þurfa bara að fara inn á völlinn og leggja allt í þetta og þora að vera boltann, þora að framkvæma hluti og svona fá aðeins betri gæði sendingar og þora að spila boltana fram á því. Sko ef við greinum aðeins þessi mörk 2, þeir koma hægra megin frá KR eða vinstra megin frá Breiðablik séð. Óskar Örn skora fyrra markið og þetta svona markið sem maður hefur séð Óskar Örn skora hann bara leyfa sér að segja 500 sinnum. Hann fær boltan hægra megin á vangnum, nær einhvern veginn að komast bara strax á vinstri fótinn og hamrar hann í nærhornið. Svona mark sem að maður einhvern veginn, maður vill að lið sem að ætla sér að keppa Íslandsmeistaratitil komi í veg fyrir marka svo þetta. Eða hvað, það auðvelt að segja það orðandi á upp á stúku? Það alltaf auðvelt að segja þetta og það annað framkvæmdar velli en manni fannst það leit út þegar voru í stöðinu 2-1, Höskuldur nær að koma svo niður í hjálpaörnina en hann tekur við Óskari en eðlilega hefði maður viljað sjá Höskuld loka að hann færi yfir vinstri fótinn en hann kemur svolítið hratt í hann þannig að hann nær ekki að bregðast við hreyfinginu á Óskari og þannig að hleypa Óskari ákvörð í stöðu sem hann elskar og ég var bara að horfa á leik núna hjá þeim móti Val KR-liðinu þar sem að Óskar Örn gerði þetta nákvæmlega þar sem hann köttaði inn, skaut á markið, skaut reyndar í fjærhautin þá en nákvæmlega niður í fjær þá og niður í næri núna en það frábær skotmaður og ef þú ert að velja af tveimur stöðu þá náttúrulega þá lætur hann skjóta með hægri frekar heldur en vinstri þannig að það var ekki vel gert. Annað markið ég er ekki búinn að sjá það aftur en virkaði eins og Anton Ari hafi tekið skrefið í fyrirgjöfina og Kenny Tjapart gerði vel þarna og sennilegast var þetta skot og þetta er virkilega vel gert hjá honum en Anton Ari tók raunverulega ákvörðun áður en að sendingin kemur það að hann ætlaði að fara að gefa fyrir og þess vegna var hann raunverulega kominn alveg vel framalega og líka langt út til hægri og þannig að hann skaut í nærhornið. Það oft talað moment, augnablik í fótboltaleikjum og við höfum séð Blikaliðið fá nokkra stöður í fyrri hálfleik þar sem að spila út úr fyrstu pressunni, boltinn kominn inn á miðjuna en það sendingin sem kemur frá miðjumanni sem að hefur oft á tíðum verið að klikka, það að segja að boltinn tapast á miðju hjá Blikaliðinu. Já og fá breikin á sig sem að KR hafa verið mjög hættulegur í það hafa verið tölvöld mikið að sendingaveilum og það óöryggi í mönnum í sendingum, maður sér það alveg að þeir þeim líður ekki nógu vel með boltan og sem akkurat það sem að leikur Breiðabliks gengur út á mönnum þarf að líða vel með boltan, menn þarf að þora að framkvæma og þora að spila fram á við og þeir eru með sækja mörgum mönnum þannig að tapa boltanum þar getur haft það er það sem KR er að bíða eftir til að fá breikin en komast hratt á þá en Blikarnir þurfa að vera svona bara láta almennilega reyna á þetta þora að halda fram að þora að spila fram á við ekki fara í það að spila bara til hliðar heldur þora að spila fram á við þurfa að sækja stöðunar einn á við keyra það einn á við og færð Jason hefur búinn að taka 2-3 spretti sem hafa verið góðir Gísli hefur svona ekki mikið verið í boltanum maður vilja sjá hann meira fá boltan en þeir náttúrulega að loka svolítið mikið í gegnum því KR-ingarnir þannig að þeir að þvinga á til að spila út í vængina og það hefur verið að koma fyrir ekki að vera langt utan að kanti þeir eru ekki sjaldan komist á baku það eru 2 skipti þarna í fyrri hálfleik eða ekki Jason og Gísli sem komist á baku það er það eina en það eru 45 mínútur eftir og skrekkurinn ætti að vera farin á mönnum nú ætti mönnum að líða þannig að þeir hafa enga tapa þeir eru með tapaða leik núna og þannig er staðan í hálfleik þannig að þú hefur enga tapa þannig að þú getur ekkert farið inn það er þægilega að fara í þeirri stöðu inn í seinni hálfleikin að þú hefur enga tapa þú verður bara að láta keyra á það og það eru þetta KR-ingarnir rosalega rútínir þeir fá ekki mikið að mörgum á sig svona að öllu jafna þannig að við sáum Árna Vilhjálmsson hita upp undir lok fyrri hálfleiks átti jafnvel bara vona á að sjá skiptingu strax í hálfleik og láta bara vaða á þetta Já, kemur ekkert óvart kemur alls ekki óvart, Árni kemur inn í hálfleik og hann er góður með boltan, góður í kringu teginn, leysa þrönga stöður sem nóga af því KR-ingarnir eru mjög agaðir, spila mjög agaðan leik og þeir bíða eftir sendingafélunum, keyra svo á þá. Svo hafa náttúrulega verið að koma og opna ekki upp úr sendingafélunum, það verið að koma og opna sérstaklega á vinstri vængum á Blikunum, þar sem að KR-ingarnir hafa verið að komast upp og þeir eru samt sem áður
ekkert endilega að skapa neitt svona í hægu spili eða eitthvað svona. Það mest megnis þetta sendingafeill og svo kemur breykið á. Þannig að, þú veist, fótboltinn það gengur út af mistök, gengur út af menn tæpi boltanum og hinir komast í sóknu og eitthvað svoleiðis. Þannig að en það þarf að fækka kannski þeim skiptum að fái hröðusóknirnar á sig og þá kannski leikmaður eins og Árni Vilhjálms góður í þröngu stöðunum sem eru þegar KR-liðið, maður gefur sér það, KR-liðið mun liggja aftar aðeins og halda fram að beita skyndisóknum. Þannig að hann væri kannski góður kostur í það. Hann fínn í þessum þröngu stöðum og spila á milli manna og spila á milli lína og svoleiðis. Sjáum hvað setur í seinni hálfleik. Við ætlum að forða okkur frá úðarakerfinu hérna á hlaupabrautinni á Kópavogsvelli. Komum aftur hingað eftir leik og gerum þetta upp og fáum Rúnar og Óskar Hrafn í viðtal eftir leik og sjáum hvort að blikarnir ná að... Spáin mín ennþá opin. Spáin ennþá opin. 2-2. Já. Sjáum hvað setur í seinni hálfleik. Held ég þá þessum leik lokið hér á Kópavogsvelli með 2-0 sigri KR-inga. Steini. Spáin gekk í gestir, það er að segja spáin þín 2-2 en hérna það sem vorum eiginlega vonast til þess að myndi gerast í seinni hálfleik að við kæmust svona aðeins nær þessu, komust aðeins nær þessu en áknuðum þessu kannski aldrei, almennilega, eða hvað? Nei, fengum við nokkuð opið færi, var það nokkuð, ég held að ekki verið neitt opið færi sem fengst allan seinni hálfleik. Þetta voru svona skot eftir klafs og svona hættur sem skaupast úr því. Það var svo sem líklegri í seinni hálfleik en fyrir hálfleik en þegar KR-ingarnir lágu aftar, voru svona bíða til mistökunum, vonast eftir að fá hraðarsóknir á okkur og til að skora. Og en heilt yfir var lítil hætta á því að Breiðablik fara allavega að skora 2 mörk sko. En það Gísli fékk reyndar ágætt færi þarna í byrjun seinni hálfleik sem hefði verið gaman að segja markinu en heilt yfir var þetta svona nokkuð solid spilamennska á KR sem orsakar það að þeir unnu leik. Já. Nú Óskar Hrafn Þorvaldsson að koma til okkar að gera þetta bara upp í svona nokkuð snöggt bara. Hvernig hugnast þér þessi frammistaða í þessum fyrsta leik? Já, var auðvitað kaflaskipt. Fyrir hálfleikurinn var að vera dapur, sérstaklega auðvitað kannski bara klárast leikurinn á fyrstu 15 mínútunum. En mér varstu koma sterkir út í seinni hálfleik og svo stjórna ferðinni þá en náum ekki þessu marki inn sem að kannski svona hefði einhvern veginn breytt miklu. Þannig einhvern veginn lítur út fyrir mér. KR-ingarnir eru ólsegir og þéttir og vel skipulagðir eins og þú sagðir einmitt réttilega fyrir leik og 1-0 og svo 2-0 það er orðið dálítið snúin staða og erfitt að koma tilbaka úr. Já, það er brekka. Það er alveg ljóst og brekka sem við komumst ekki upp í dag og það er bara eins og það er því miður. Hvernig hugnaðist þér svona, ef við segjum frammistaðan í heild sinni varandi bara bæði þegar við erum með boltan, án boltan, svona upp frá leikskipulagi og öðru slíku, hvernig fannst þér frammistaðan þannig líta? Mér fannst hún auðvitað gáum við boltan alltaf oft frá okkur og kannski vorum við að setja menn í var leikurinn villu settur upp fannst ég svona einhvern veginn klikkar kannski á að spennustigið í byrjun leiks var ekki rétt og kannski var ég að biðja leikmenn sem ekki vanir að gera það sem baða að gera og kannski helgaðist aðeins að því en svona í seinni hálfleik fannst mér við gera margt gott og það er auðvitað alveg ljóst að liðið á mikið inni. Fannst þér þetta að vera ólíkt liðinu sem hefur verið að spila undanfæri svona takturinn í? Já, ég held að megi alveg segja það. Takturinn við einhvern veginn, við náum aldrei ryþmanum og hvort að því erum að kenna að hvort að það er okkar megin eða hvort að það er að því að KR-ingarnir lokuðu svo vel á okkur. Mér fannst það reyndar ekki. Mér fannst einhvern veginn að meira liggja hjá okkur að vera einhvern veginn ekki með, við vorum ekki nógu beittir til að vera með lausnina þó það væri kannski hérna fyrir framan okkur. Síðan sendi ekki klikkað, við stóðum ekki rétt, horfðum ekki upp og einhvern veginn. Svona í byrjun fannst manni þá að menn ekki þora að spila fram að voru óöryggir á boltanum. Já, við vorum óöryggir fyrsta korter og það er í raun og veru þetta fer leikurinn. Ég held að það sé að ljóst. Við
svona, þess að hafa skoðað eitthvað sérstaklega frekar ódýr mörk með skotum fyrir utan en flæðið í leiknum var ekki og sérstaklega fyrirleik var ekki gott. Vill náttúrulega ekki lenda undir á móti KR, það svona sérstaklega 2-0, það fara þær akkurat inn í sitt svona system að halda stöðum, halda skipulaginu og bíða eftir tækifæranum til að komast í hlöðasóknina. Já, það er alveg rétt. Það er þeir eru snúnir við að eiga þegar þeir komast yfir. Það er klárt. Og við þurftum kannski að vera ekstra einbeittir og velja ekstra vel og einhvern veginn sendingarnar þurftu að vera virkilega góðar til þess að ná í gegnum þetta pakka en við einhvern veginn bara náðum við ekki en við erum líka að passa okkur á því að skilgreina ekki sjálf okkur bara út frá einu leik. Menn eru búin að leggja mikið á sig í vetur og við einhvern veginn getum ekki horft á okkur og finnst þetta bara að vera ömurlegir út af þessum leik. Þannig að ég held að liðið mikið inni. Einn leikur breytir ekki getu. Við þurfum að hleypa þér í viðtal hjá Stöð 2 Sport. Takk fyrir Óskar. Takk hérlega. Held ég. Svo mörg voru þau orð hjá Óskari Hrafni. Hvernig gerum við þetta upp, Steini? Bara svona... Heilt yfir náttúrulega bara mörg breyta leikjum og eru náttúrulega áhrifavaldari leikjum. Og liðið, náttúrulega leikur sem tapast á fyrsta korterinu og þetta er akkurat það sem þú vilt ekki kannski byrja að móta á endilega en fyrsta korteri var erfitt. Þeir lágu svolítið á. Voru hátt upp með liðið, boltið var að tapast og þeir voru svona ná að skapa eitthvað smá þá en þá var það aðalega út af tapa boltanum á erfiðu stöðum, slemma sendingar og þeir komast rætt og það er það sem er lykill held ég á móti KR það er að inn á ákveðnu svæði það mátti ekki vera að tapa boltanum, þú mátti að vera mjög stabiliseraður þegar þú tapar honum og það var kannski ekki alveg að gerast í þessu leik fyrsta korter í sérstaklega, fyrstu korter 20-25 mínútur svo svona hægt og rólega kom svona meiri ró á mannskapinn en það tókst samt aldrei að opna alveg, það tókst ekki búið til færi sem að þú getur sagt og eigir að skora það var það sem að tókst ekki í dag og en það er samt sem áður að þetta er náttúrulega bara fyrsti leikur á 22 og það er bara næsti leikur og liðið Breiðholtslið er gott lið og geta að spila betur í dag og það er oft sagt að það er betra að byrja illa og enda vel. Já, akkurat. Og það er auðvitað, eins og þú segir, að varðandi færa sköpun, það er að segja að skapa alvöru færi, það er rauninni kannski, þetta eru 2-3 tilraunir í og við vítategina sem einmitt Gísli á skot og mark sem að gekk ekki eftir. Já, það er stutt á milli þessu, ég meina mark þarna strax í byrjun seinni hálfleiks hefði náttúrulega breytt leiknum, það hefði sett pressa á KR miklu meiri að vera með einslandsforustu þetta er tveggja því það er svona að vera svona meiri þrýstingur á þér við það er svona hækkar spennustig hjá við að þú meir ekki vera að fá annar mark þannig að en þessi leikur breytir ekki getu Breiðabliksins þessi leikur er bara einn af þessu 22 og næst er það Breiðholtið og það bara byrja að svekja sig í kvöld og svo bara þurfa maður að gíra sig upp á morgun og byrja að undirbúa sig undir það og þetta er bara sumarið er það langt að menn þurfa ekki að hafa áhyggjur eftir svona leik en aftur á móti vilja mann aldrei tapa fótboltaleikjum, menn eru fúlir eftir það og allt það en þetta er bara, svona er boltinn. Svona er boltinn, sagði Þorsteinn Halldórsson og við ætlum að bara fara að ljúka þessu hérna á Kópavogsvelli. Ég ætla samt að minnast á að við verðum í beinni útsendingu annað kvöld með Vilhjálm þjálfara kvennaliðsins hérna í Grænaherbygginu og stelpurnar byrja hérna á þriðjudaginn á móti Fylki. Hvernig líst þér á kvennalið og Blikunum í sumar? Mér líst alveg bara nokkuð vel á þetta. Ef að svona búið að vera eitthvað smá meiðslavandræðum á þau núna sýnist mér undanfarnar vikur en ef að flest allir leikmenn eru heilir og leikmenn eru að koma tilbaka á löngum meiðslum þá verður Breiðabliksliðið mjög sterkt og verður í baráttu um titilinn og þetta er töluvert mikla breytingar og óvenju mikla breytingar á milli ára. Missa stóra póst á liðinu en það er svo sem búið að fylla aðeins og skörð og aðri leikmenn sem voru í barneignarfríi og langvarandi meiðslum verður að koma tilbaka þannig að blikalið verður gott í sumar. Ég hef enga trú á öðru og Villi tekur við og þekkir allt búinn að vera að þjálfa leikmaður og þekkir allt umhverfið, þekkir leikmenn vel og hefur þjálfað sumar af þeim áður og þannig að ég held að þetta sé bara í góðum málum og góðum höndum.
Frábært. Takk kærlega fyrir samveruna, Þorsteinn. Takk fyrir mig. Gangið þér vel með kvennalandsliðið. Takk kærlega. Við ætlum að segja þessu lokið hérna af Kópavogsvelli, niðurstaðan 2-0 tap. KR-ingar byrja mótið gríðarlega sterkt og Blikaliðið þarf að spila betur til að vera í toppbaráttunni í sumar. Það er algjörlega ljóst. Við ætlum að segja þessu lokið. Þökkum fyrir okkur hérna á Blika TV og sjáumst annað kvöld. Takk.